og þessi lögmál gilda alveg áfram hjá okkur. Ohmslögmálið í fullu gildi og við erum með lögmál Kirchhoffs númer 1. Það sem sagt við í transistora rásunum þá leggjast straumarnir saman, ef þeir greinast þá leggjast það aftur saman, til dæmis í emittirnum. Kollektorstraumurinn pluss base-straumurinn sama sem emittirstraumurinn. Það virkar allt saman, fyrsta lögmál Kirchhoffs, og í öðru lögmáli Kirchhoffs þá erum við að leggja saman spennuföllin í rásunum. Þetta virkar alveg nákvæmlega eins og þegar við vorum að læra þetta í rafmagnsfræði 100. Síðan næsti liður hérna reiðspennuna. Þegar við höfum 50 reiða kerfi eins og hérna allstað, við erum fyrst og fremst í vetur að vinna á þessu kerfi, 50 reiða reiðspennuneti sem að hérna notað til þess að álagsstýra, þess að við erum að álagsstýra alls konar, til dæmis hithöldum, við erum að stjórna því hversu mikið álag þau eru að taka með því að klippa þessa 50 reiða reiðspennu. Það það sem við erum að læra í 200. Og þess vegna þurfum við að vera með alveg hérna á hreinu hvað tíminn á einni svona sveiflu það 20 millisekundur. Við segjum sem sagt 1 deilt með 50, 1 á móti tíðninni, 1 deilt með f sem sagt 0,02 sekundur eða 0,02 sekundur sem eru 20 millisekundur, og þetta sem sagt jafngildi það 360 gráðum, þess að heilli sveiflu. Og svo bara erum við að vísa hérna í radíana, og sem sagt 2pi radíanar eru 360 gráður, og 1/4 úr riði þá 5 millisekundur, og við erum ofta að vinna með tímabil milli 0 til 5 millisekundur oft í kveikjuhorninu til dæmis, eða bara stilla sveiflusjárnar yfirleitt á 5 millisekundur á milli kvarðuna strika, eða kvarða strikana, og þetta hérna, ef við skoðum bara rétt aðeins sveiflusjárnar hérna, þá getur vel verið að hún sé þannig stilt. Ef við stoppa þetta núna, ég ætla að hérna reyna að ná þessari mynd. Ef ég hérna Ellan grunn á þetta, við erum líka með hana, sjáu þið hérna 5 millisekundur á milli þessara strika hérna. Þannig að við notum það aftur við erum að afreiða hérna, við erum að sjá hérna í rauninni spennuna yfir, eftir að búið að afreiða, og þéttirinn hann að vinna hérna, hann að sía þessa spennu. Og við skoðum þetta betur á eftir, það gott að hafa þetta í handræða nú eftir, og síðan þurfum við að fara í gegnum og rifja upp öll þessi hugtök sem við erum að vinna með í áfanganum. Það er virkagildi riðspennunar, það hérna, það er kallað RMS gildið, og það er skilgreint þannig að það virkagildi riðspennunar jafnt því jafnt spennugildi sem gefur sömu hitaorku ef báðar spennurnar eru tengdar jafn stórum viðnámum. Þetta almenna skilgreiningin á virkagildi riðspennunar, og það táknað með stóru U, formúlutáknið, eða UAC riðspenna, eða U2. Við rekumst ofta á sem sagt U1, það spennaninn á forvaf, en við erum oftast að vinna með U2 spennuna í eftirvafi spennis. Þannig að það merkt U2, en þetta virkagildi riðspennunar á eftirvafi spennisins. Ok, klárt. Síðan áfram hérna, til að finna hámarksgildið á riðspennunni, Umax, það hérna upp í toppinum á sínusbylgjunni, þá getum við
margfaldað virkagildið við með rótina 2 og sem sagt hámarksgildi, toppgildi, max, þetta allt sama hugtakið og þetta bara toppurinn hérna. Hvað segirðu? Spurning? Já, ef ég mæli með spennumæli af og mæli stiltur á AC þá gefur hann mér spennu sem er virkagildið úr riðspennunni steinkonum í samband, svo nægi þetta virkagildið, það kannski 230 volt, mæli það úr klóni og úr tenglinu meint ég og síðan margfaldaði með rótina 2 til þess að átta mig á því hvað fer spennan hérna í hámarkið. Jú, þá reiknaði það út og fæ út úr því að það er 325 volt sem að ég fæ spennuna upp í þessu augnabliki. En svo get ég reiknað út augnablikið eftir í hvar ég stattur hérna í gráðunum, hérna frá 0 til 360 gráðu, þá get ég reiknað út hvert einasta augnablik og það geri ég svona með á það í öðru skjali hérna, það hérna, það hér og notaði þessa formúlu hérna sem sagt augnabliksgildið, þá tek ég max töluna sem ég get sagt, ok, það hérna 325 volt í 90 gráðunar þá fæ ég hérna, það hámarkið eins og við talaðum á hann. Ég segi hérna 230 sinnum rótina 2, SQR þýðir square root minni, þetta líka skipun í Excel, þetta var rótina 2, sinnum sínusinn af hotninu. Þetta hot? Já, þetta er bara almennt hotfræðin, þetta er omega T, F og þetta er almenna skilgreiningin, almenna formúlan og max nota ég vegna þess að þetta er þessi sínusbylgja og þá segi ég bara hérna ef ég vil fá augnabliksgildið til dæmis 250 gráður hvað spennan er þá það er þá mínus 305 volt og þá er það komið hérna undir núllið skilji allaveg frá 180 gráður og yfir í 360 gráður þá fæ ég mínustölur exakt í augnabliksgildinu já. Þannig getum við fundið hvert einasta punkt á þessari sveiflu ok, gott mál aftur tilbaka þá hérna skoðum við hérna næsta samhengi milli virkagildisins og hámarksgildisins getum við líka sagt að það sé að virkagildið sé 70,7% af hámarksgildinu því að við getum sagt að ef við deilum með rótina 2 það er eins og að margfalda með 0,707 ok, þá veitum við það þetta er mjög þægilegt ef við hérna viljum gera þetta á þennan hátt ok, síðan hérna meðalgildi hins vegar úr hálfu riði við getum ekki hérna unnið neitt með allt riðið vegna þess að þá erum við bara með 0 skilji, af því að það er jafn ef að sínusbylgjan er alveg regluleg sínusbylgja þá er náttúrulega 0 meðalgildi úr heilu riði skilji þannig að það þurfum við að vinna með hálftrið og meðalgildið úr hálfu riði það skiptir máli varðandi afreiðum og þá skoðum við það hérna að meðalgildið á hálfu riði er 90% af virkagildinu og það finnum við með þessu að því að aðeins hérna skoða hvernig við getum séð að meðalgildið er reiknað út frá hámarksgildinu það sjáum við hérna
sjáum hérna hvernig við finnum út meðalgildið í hálfu riði sem sagt, reiknað út frá max. Það gert þannig að það 2 deilt með pi sinnum max og það þessi stöðull hérna 0,637 sem sagt sinnum max eða 63,7% af hámarksgildinu. Og þess vegna getum við, ef við vitum það, já, ef þetta regluleg, ef hún ekki bjöguð, skilur við, já, ef hún alveg hrein, sýnisbylgjan, þá við gildir þetta. Og með því að deila virkagildinu, hérna, eða, já, upp í meðalgildi, þá fáið þetta hlutvall 0,9. Þannig að þá getum við sagt að meðalgildi úr hálfu riði 90% af virkagildinu. Þetta mjög mikilvægt að vita þetta þegar við erum að tala afreiðun. Þá getum við reiknað út hvaða spennu við fáum út úr afreiðunni. Annað sem mikilvægt varðandi mælitæknina, að ef að sínusbylgjan alveg regluleg, að þá svokallaður formstöðull, hann 1,1 og þetta var mikilvægt að vita sem sagt, varðandi til dæmis mæla, hérna mælaverkin áður fyrr, þá þurfti þetta að standast til þess að geta fengið rétta spennu út í spennumælingu sem dæmi, já, eða straummælingu. En þetta gildi bara þegar að bylgjan var sínuslögð. Ef að bylgjan bjöguð eða það búið að klippa af bylgjunni, þá formstöðin ekki 1,1 heldur lægri. Þannig að til þess að mæla bylgjur sem búið að klippa af, þá þarf að nota dýrari tæki eins og gulu flúkmælan okkar. Þeir eru með True RMS og taka flatamálið og reikna það og finna út virkagildið. Ég get ekki nota grænumælana því að þeir eru ekki að taka flatamálið, heldur taka einhvern veginn meðalgildi eða eitthvað slíkt. Þannig að þeir verða að hafa hreina sínusbylgju til þess að sína rétt gildi. Þessa mælingu nákvæmlega skoðum við og við skoðum mismunin hvað grænumælarnir sína lægri spennumælingu heldur en True RMS mælarnir gulu, og þá sjáum við alveg hvað skiptir máli, til dæmis ef við erum með dimmer eða ef við erum með klippta spennu einhverja hluta vegna. Ef við þurfum að mæla rétt virkagildi, þá verðum við að vera með mæli sem ræður við það. Hann yfirleitt miklu dýrari. Ok, þetta málið. Ef við erum með hálfbylgju aðstöðun án þéttis, þá getum við notaðan stöðul sem við vorum að læra 0,9, en við erum bara, þegar við með hálfbylgjuaðstöðun, þá erum við bara með eina díóðu, muniði. Það þessi rás hérna, efst. Ein díóða. Þá þýðir það að við erum bara með þetta nýtum, til dæmis eins og ef díóða snýr svona, þá erum við bara með jákvæða hluta spennunar. Þá kemur spennan yfir álagið, lítur hún svona út, sjáu þið. Og það gerist ekkert hérna frá 180 gráðum yfir í 360 gráður eða frá 10 millisekundum að 20 millisekundum. Svo byrjum við aftur að segja, ok, við erum með 0 hérna og við förum yfir í 10 millisekundur hérna. Eftir 5 millisekundur þá erum við komin upp í hámarkið, eftir 90 gráður upp í hámark. Þannig að við getum reiknað þetta út með því að deila 2 í 0,9 eða segja hálfur sinnum 0,9. Ég hef bara hérna yfirleitt sagt bara 0,9 deilt með 2, það betra, en þetta stendur svona á formúlublaðinu og þess vegna hef ég ekki viljað breyta þessu beinlínis hér, en þetta kemur þannig fram á formúlublaðinu svona. Sko, þið sjáu hér að ef við erum ekki með þétti hérna efst uppi, þá formúlan bara svona, bara hálfur sinnum virkagildið sinnum 0,9.
Þannig getum við fundið út það, og ef að spennan er til dæmis lág, ef við erum að vinna með eitthvað 10-20 volt eitthvað svoleiðis, þá borgar sig að taka tillit til spennufallsins í díóðunni sem er 0,7 volt, já, einmitt. Þannig reiknum við út ef við erum ekki með þétti og hvað séu þau? Litla spennu. Já, og lága spennu, já. Þetta er kannski ekki að skipta svo miklu máli þegar við erum með 230 volt, eitthvað fyrir ofan 100 voltin, þá breytir þetta svo litlu að þetta 0,7 spennufall að við megum sleppa því þannig, nema þegar við erum með lága spennu. Sem sagt, þá höldum við áfram með þetta og skoðum, ef við erum með fleiri díóður, til dæmis 4 díóður í afreiðisásinni, og það þýðir heilbylgjuafurðun. Þetta var hálfbylgjuafurðun, en nú skulum skoða heilbylgjuafurðun, þar sem við nýtum sem sagt alla sínusbylgjuna, skiljið. Þá förum við með þetta í gegnum 2 díóður, díóðu 1 og 3 kannski hérna, og svo 2 og 4 fyrir hitt. Við skoðum það betur, en þá fáum við spennuna svona yfir álagið. Við snúum í rauninni neikvæða hluta riðbylgjunar við, og hún verður hérna jákvæð eftir díóðu brúna. Ok, rétt bara stutt, af hverju gerist það? Jú, það er vegna þess að við fáum strauminn í gegnum hérna, þessa díóðu hérna ofanverðu inn á kerfið okkar og tilbaka í gegnum þessa díóðu hérna á móti. Þessar 2 eru að leiða samtímis. Díóðu hérna hægra megin og ofanverðu og díóðu vinstra megin að neðanverðu. Þær 2 leiða fyrst. Síðan, ef að spennan verður neikvæð að ofanverðu, það verður hérna, þegar þetta riðið snýst við, þá leiðir díóða hérna niðri inn á kerfið og tilbaka fáum við í gegnum hina díóðuna hérna að ofanverðu, og þá verður sem sagt hérna ofanverðu þegar stóð plús hérna, þá verður það neikvæð spenna, og þess vegna dregur hún strauminn hérna í gegnum hina díóðuna hérna ofanverðu vinstra megin. Þannig að það er alltaf 2 díóður sem er að leiða, þessi hægra megin og ofanverðu og vinstra megin að neðanverðu, eða hægri megin að neðanverðu og vinstra megin hérna að ofanverðu. Þetta er ástæðan fyrir því að við fáum alltaf jákvæða spennu hérna yfir álagið. Já, snýrðu öllum þessum díóðu við, hvað er þá neikvæða spennu á þessu? Já, við getum gert það. Þá í rauninni geti ég líka bara víxlað pinnunum á sveiflusjónu, þá fáum við augamynd á hana líka. Já. Það er rað 100 og bara einhver díóð snúi við á þessu, og þá eins og það er efstu myndina og ástættur þá er 0, þannig að okkar spenna yfir allt kerfið. Þannig að okkur nefnir hana efstu. Já, hérna, bara þessi snýr öfugt. Já, þá er 0. Já, þá kemur engin straumur hérna í gegnum díóðuna, hérna yfir álagið, vegna þess að hún hindrar strauminn í að renna. Straumurinn getur ekki verið hinn áttu líka? Hann getur ekki farið hérna í, sko, ef það er jákvæð spenna hérna, þá hérna náum við ekki að já, þó, sko, ef við fáum ef að hérna, spenna snýst við, jú, það er rétt við, þá fáum við, sko, neikvæða spennu yfir álagið. Já. Hann lefur kunna að skrifa 0 eða skrifa neikvæð og skrifa vitt á prófunu? Hún hleypir ekki gegnum sig hinn áhrif á? Sko, hún hleypir ekki gegnum sig, nei, en sko, já, málið það, ef þetta er riðstraumur hérna, þá hleypir hún, sem sagt, þá fáum við neikvæða spennu yfir álagið hérna. En ef þetta er jafnstraums spennugjafi hérna megin, það gæti hafa verið þannig rás, skilur við? Já, þá er þetta alveg rétt hjá honum að og díóðan snýr öfugt, þannig að plúsinn frá spennugjafanum er inn á katáðuna á díóðunni, þá hleypur hún engum straum hérna gegn. Það er alveg rétt að þá er 0
volt og 0 ampere, það engin straumur hérna, það alveg hárrétt. En það bara ef það jafnstraums spennugjafi. Já. Þetta einstefnu loki, já, það rétt. Og, en hérna riðspenna í þessari rás, þannig að ef að díon snýr öfugt, þá fáum við bara neikvæða spennu yfir álagið. Díon í jafnstraumskerfi? Njá, við erum bara, já, við erum ofta að nota díon í jafnstraumskerfi, það til þess að tryggja að það sé rétt pólun á rásinni hjá okkur. Ef við tengjum óvart öfuga pólun, þá skemmist ekki það tæki sem við erum með. Já, það einstefnuloki, já. Ef við værum með einhvern dýran geislaspilar og við ætlum að tengja hann í bílinn hjá okkur og tengdum eitt augnablik öfugt óvart, þá geislaspilarinn ekki ónýtur, skiljið. Vegna þess að það díóðið í rásinni sem að ver tækið. Þá kemur engin spenna á það, sko, nema að sé rétt tengt. Rétt pól. Já, gæti eitthvað skemmst. Það transistórar, díór, signaldíór, eitthvað sem það geti skemmst. Því þá fer straumurinn öfuga leið í gegnum tækið. Geti skemmt tækið. Akkurat. Það ekki díóð. Já, það ekki díóð, já. Ekki svona pólunar vörn. Díóð skemmist á neitt. Ef að díóðið inn í rásinni, að þá skemmist ekki neitt. Þá fer engin straumur öfuga leið í gegnum tækið. Já, þá tára að fara upp fyrir það sem að díóðan þolir. Það yfir svona frá 400 voltum sem verður að vera setið en búin að það, sko. Já, þá myndi það skemmast. Sko, ok, þá skulum við hérna taka þessa umræðu á dagskrá og skoða að næsta atriði hérna. Þegar við tengjum þétti, hvað gerist þá? Sko, ef við erum ekki með þétti, þá lítur spennan út svona og það svolítið óheppilegt að spenna fari reglulega niður í 0. Þess vegna þurfum við að sía þessa spennu og fá gáruspennu. Sjáðu, það næsta þeirra sem við þurfum að skoða og aðeins að rifja. Gáruspennan, hún myndast þegar við tengjum þéttin. Og það engin gáruspenna í gangi í þessu hérna þegar þéttist laust, já, þetta heitir ekki gáruspenna, þetta bara afriðuspenna sem fer alveg hérna niður í 0. Okay. Gáruspenna, hugtakið, það kemur ekki inn nema það sé síu þéttir fyrir aftan afriðunina. Og ef við erum með hálfbylgjuafriðun að eina díóðu, að þá getum við reiknað út gáruspennuna þannig með þessari reynsluformúlu hér. Spurningun kannski að sjáu þetta hérna, ef að reyna að stækka þetta pínlítið, þá sjáu við það að við notum stöðul sem hérna 12, þetta bara reynslustöðul sem við notum í þetta og notum strauminn sem við gerum ráð fyrir, hámarksstraum hérna í gegnum álagið sem oftast, já, við gerum ráð fyrir að sé mjög jafn yfirleitt og deilum með þéttinum. Ef við værum með eitthvað raunviðnám hérna og þá hérna getum við áætlað hvað straumurinn mikill, setjum inn strauminn hérna í milliamperum og deilum með stærð þéttisins í mikrofaratum. Þá getum við áætlað það bil hvað gáruspennan verður stór. Til þess að giska á hvað spennan hérna, jafnspennan yfir álagið verður mikil, þá getum við sett upp þessa formúlu hérna með og reikna þetta út frá hámarksgildi spennunar. Ef við getum mælt spennuna hérna inn, eða við vitum hvað hún á að verða, kannski 10 volt eða eitthvað slís, og margföldum með rótina 2, það þá 1,414 sem að rótina 2 sinnum 10 volt, þá verður það 14,14 volt og drögum svo hálfa gáruspennuna frá mínus sem sagt hálfur sinnum gára eða gára delt með 2 og sem sagt og drögum síðan 1 díóðuspennufall frá 0,7 volt og þá getum við reiknað út það bil hvað spennan verður hérna yfir álagið. Ok, þetta gerðum við í raftegni 100
og þau sem eiga eftir raftegnu 100 þau hérna vinni í þessu líka. Og síðan ef við erum með heilbylgjuafriðun og ætlum að reikna út gáruspennuna þar, þá erum við með 4 díóður og þá munum við eftir að hérna þá erum við með oftar með þessa hérna spennu frá afriðlunum, þannig að þéttirinn hann er bara í styttri tíma hérna að afhlaðast, skiljið. Þá gerum við ráð fyrir að gáruspennan verður miklu minni. Þess vegna er notaður mun lægri stöðull í því tilfelli. Hann er bara 6, hann er helmingi lægri heldur en þegar við erum með hálfbylgjuafriðun, eina díóðu. Þá notum við stöðullinn 6. Ok, skoðum hvernig förum við að þessu. Þetta er bara svipað aðferð og þá erum við með 6 sinnum ströyminn í milliamperum, deilum við stærð þéttisins í mikrofaratum og þá, til dæmis ef við værum með 10 volt í þetta inn, þá sinnum rótina 2 sem er 1,44, þá erum við með 14,14 volt hérna í max. Svo drögum við hálfa gáruspennunar frá sem er miklu lægri miðað við sömu aðstæður ef við erum með sama þétti, svipað álagsstraum. Og en við drögum frá 2 díóðu spennufall og núna gerum við ráð fyrir því að meðalspennan getur orðið hærri vegna þess að við erum með minni gáruspennu til dæmis. Og en hins vegar þegar við síðan bætum inn í þetta spennuregli, þá þurfum við að hugsa þetta alveg upp á nýtt, því að þá þurfum við bara að hugsa það sem sagt hvað má spennan fyrir framan spennureglin ég þarf að segja þetta á annan hátt. Hvað verður spennan fyrir framan spennureglin að vera há til þess að ég fái alveg jafna spennu yfir álagið? Sko, ég verð að vera með hana minnstakosti 2 voltum hærri heldur en spennan yfir álagið. Já, við sáum það á mælingunni þetta síðast. Og þá förum við yfir í spennureglin sem er hérna og ég er að nota núna 15 volta spennuregli hérna vegna þess að það var eitthvað bilað varandi hérna 12 volta spennureglin í forritinu. Ég veit ekki alveg hvað ástæðan. 15, 78, 15, 15 volt. Já, þá fæ ég ef það stendur 12 hérna fyrir aftan 78, að þá er ég með 12 volta beina línu hérna á spennunni. Spennan er alveg jöfn yfir álagið og svona spennuregli erum við að nota ef við erum með einhver viðkvæm tæki, til dæmis eins og útvarp eða geislaspilara eða einhver rafeindatæki sem eru flókin og líka bara tölvur og eða sem sagt rásir, tölvurásir og svona. Það er alltaf einhverju spennureglar fyrir fram til þess að hafa alveg jafna hreina spennu á þeim rásum sem við erum að nota. Og þá skulum við skoða hvernig að spennan myndi breytast. Sko, ef ég ger einhverja breytingu á ég að prófa að taka þéttin úr sambandi, hvað gerist þá? Þá fer allt í rugling. Ég ætla að setja núna rásin í gang. Sjáu þið, sko. Þetta er alveg hræðilegt, sjáu þið. Þá fer spennan út samt ekki hærra heldur en í þessi 15 volt. Og þá verður bara beinlína þegar að spennan inn, það er þessi rauða lína hérna inn á sveiflusjóna, spennan inn, hún hækkar náttúrulega bara eðlilega, en spennan út af spennureglunum, hann passar upp á það að tæki fá ekki hærri spennu heldur en það þolir. Og ef tækið þolir ekki hærri spennu heldur en 15 volt og þá er allt í góðu lagi, fer aldrei hærri. En til þess að jafna spennuna
þá höfum við þéttin tengdan. Tengjum hann hérna upp og setjum í gang, þá sjáum við hvað gerist. Þá verður spennan yfir tækið alveg beinlína, en við skiljum eftir gáruspennuna hérna fyrir framan spennuregli. Þá erum við í góðum málum. Hérna erum við ekki að reikna út meðalgildi þessara jafnspennu, því að við erum ekki að nota hana yfir álagið. Við erum bara með hreina jafnspennu yfir álagið, síðan til þess að reikna þetta út hvaða spennu við þyrftum hérna inn á afreiðilinn. Þá þurfum við að segja hérna, til dæmis ef við erum með 15 volt hérna, tökum það sem dæmi, 15 volt yfir álagið, þá þurfum við að segja, ok, spennureglirinn, hann þarf 2 volt yfir sig til þess að vinna. Hann þarf að hérna hafa fyrir spennan á þéttinum má ekki lækka meira heldur en 2 voltum yfir útgangsspennunni. Ekki satt? Það er það sem við vorum að skoða í verklega tímanum síðast. Og þá segjum við 15 pluss 2 volt, þá erum við komin upp í 17 volt hérna fyrir framan. Og við skulum halda áfram að reikna okkur upp í hámarksgildið. Svo leggjum við saman við þetta alla gáruspennuna. Við getum reiknað út hvað gáruspennuna er mikil. Við höfum hérna 578 milliampere og þá erum við með sinnum hérna 6 og deilum við með stærð þéttisins sem er 1000 mikrofarad, þá fáum við hvað gáruspennan er cirka, eða við getum líka mælt hana hérna hreinlega með söfnisjóni og við leggjum hana sem sagt við og síðan megum við ekki gleyma þessu sem er hérna í afreiðisbrúnni. Hvað eru þar? Já, 2 díóður sem samanlagt gefa okkur 1,4 volta spennufall, 0,7 volt pluss 0,7 volt, 1,4 volt. Við þurfum að leggja við þetta. Já, við allt saman, sko, þá þýðir þetta að við þurfum að leggja saman 15 volt sem er spennan yfir álagið pluss 2 volt yfir spennureglin pluss öll gáruspennan pluss 2 díóðspennufall. Þá erum við komin upp í hámarksgildið, max, hérna fyrir framan. Þá, ef við vitum max, þá getum við reiknað út virkagildið. Það er max deilt með rótin af 2, já, alveg rétt. Þá hérna erum við komin með, og getum við reiknað út hvað þurfum við að háa spennu inn, reiðspennu, virkagildi reiðspennu, til þess að þessi rás vinni eðlilega, að við fáum hérna beina línu. Hvað gerist ef við tengjum annað svona vinnan við? Hvað gerist þá? Svona. Hvað gerist ef við myndum tengja annað vinnan? Hvað segir þið? Hvað gerist? Þið segir ekki neitt, ok. Þá setjum við verið í gang, aðtöfum hvað gerist. Sjáum hvað gerist. Spennan yfir álagið er ekki lengur hrein. Þannig að það sem við þurfum að passa okkur á, að tækið fari ekki að taka of mikinn straum. Þið hristi bara hausinn. Nei, þetta er það sem við þurfum að passa okkur á. Að ef að við þyrftum að vera með straum sem er 1,2 ampere í þessari rás, þá verðum við að fyrst að tryggja það að við séum örugglega með spennustýringu, spennuregli, sem að þolir rúmlega 1 ampere. Í raunveruleikanum hjá okkur, þá er spennustýringin bara fyrir 1 ampere, ég maður rétt. Og hérna, svo þurfum við að passa það að spennan inn sé nógu há. En hvernig lögum við þetta? Stækka þéttin?
Góð hugmynd. Ég. Jú, þetta alveg rétt. Já, við getum reynt að stækka þéttin. Haldið þið það sé nóg? Hvað þurfum við stóran þétt í þetta? Herði, við hefum verið með standardstærð sem 2200. Ég var að prófa að stækka í það. Sjá, 2200 mikrofarad. Segjum okkar það. Það gengur. Ef aðtók hvort að það nóg. Jú. Heyrðu. Við ráðum að nægir, Óskar. Flott. Þetta slapp. Skiptum þétti. Það dugði. Það er bara nóg í þessu tilfelli. En ef að það hefði ekki dugað, eða við hefðum ekki átt annan og betri þétti eða stærri þétti, hvað hefðum þá gert? Þetta skiptum spennustíð. Já, nei, það myndi ekki duga. Ef við ætlum að gefa 15 volt út. Hækkar spennuna? Já. Við þyrftum að skipta spennin. Við erum með stærri spennu inn á rásinu. Nei, sko, ef að þéttir væri eins, bara 1000, við skulum breyta honum hérna, þá þurfum við að athuga hvað svo há þarf riðspennan inn að vera. 1000. Ok. Hver vill giska hérna? Hvað þurfum við að hafa spennan? 24. Já, ok. Segjum það. 24 volt RMS, hann þolir það í rauninni, þessi spennureglir. Ef það þarf að setja í gang. Ok. Wow. Jú, þetta er lagi. Það fyrir aðeins upp fyrir. Það var bara í það 18 eða 20. Já, allavega þetta er aðferðin, sko. Ef að við værum með sem sagt fleiri úttök kannski á spenni í spennugjá, þá gætu við farið á næsta úttök sem gæfi okkur hærri spennu, sko, ef við væri svo heppnir. Í þessu að vera með í voltum. Hvað segirðu? Hvað hefði verið rétt að hækka voltinu? Það er alveg hugsanlegt að við hefðum komist af með minni spennuhækkun. Við sjáum það að sennilega á þessum mismun frá því sem að þéttirinn aðflýtt. Já, ég merki við. Það var